loka sig inni eða horfir allt of mikið á sjónvarp. Já. Það ekki gott. Það ekki gott. Þá búið bara til sjónvarp eins og þú. Já. Þú horfir ekki en þú býrð til, sko. Já. Fyrir þetta hinna. Að því ég verð eiginlega að deila með fólki fyrir þá sem ekki hafa hort á það. Það kemur í janúar til hamingju Ísland með Ara Jósefssyni, veitu? Hæ. Til hamingju Ísland með sigurinn I save damn you. Og það helvitis breska setti hryðjuverkalög á okkur. Djöfull var ég reiður þá. En ég ógeðslega hamingjusami núna. Til hamingju Ísland. Það var allan að þú varstu eitthvað aðeins að fylgjast með þessu. Já. Ég talaði illa drottninguna, sko. Það? Já. Þú varstu reiður út í Breta? Já, frekar. Þannig að þú ert ekkert að lenda London næstunni? Jú. Ég verð að millilenda eitthvað staðar. Eða Amsterdam. Já. Hvert það að fara næst? Það allt ég að skoða og svona, þú veist. Þú ekki alveg að fara með það, þú veist. Nei. Það ekki að vera fljótur að segja eitthvað og standi skriða. Ertu kannski að tekur ákveðum með skömmum fyrirvara? Þú veist, þegar þú alveg bara, ég ætla að drífa mig til Hollands. Já. Það gerist það. Og talandi sko Holland, þetta algjör snill, það verið að leiða ykkur að heyra þetta hérna. Þú, ég svo skakkur að hálfaðarinn og stend ekki á lappir, sko. Ég í Amsterdam og fór í eina búð og keypti mér eina Jóni og svo gaf mér konunni mólan út af því að hún var svo dugleg að matla fyrir mig út af því að ég kann þetta ekkert, sko. Hvað gerir maður þegar maður í Amsterdam? Maður þarf náttúrulega að prófa þetta. Já, ég lappaði í gegnum svona hverfi sem var hægt að kaupa bara kaffihúsi. Já. Og ég lappaði bara í gegnum og bara frítt að reykja. Já, það? Já, ég held ég að fengi hvítun eða eitthvað. Ég var svo skarpur. Bara með því að lappa í gegnum reykjum. Vá. Það var rosalegt. Alveg út af túnni. Já. Svo ældi ég á eina horruna hana. Gerðu það? Já, hún var svo bitsi við mig. Nei. Og tókstu gubbið á hana? Já, ég þekktur að æla á hótelum líka. Nei. Jú. Í alvörinni? Hvað fjandi? Þú bara eins og rakkararni? Já, það degraði svo á vimman hérna á Hilton. Já. Þannig að maður fær alltaf frítt að drekka. Eins og maður við. Já. Herðu, athyglisvert. Það var rosa gaman að sjá þig, Ari. Já, takk. Og bara, takk fyrir að vakna og svona, vaknar alltaf snemma eða? Já, þegar ég þarf að vakna. Já. Okay. En ég verð að spyrja einu, ertu eitthvað að gera fyrir fólk eitthvað svona sketsa? Ertu svona afmælis og eitthvað svona þess? Já, ég gerir það, en bara eins og núna staðan í dag, sko, þá bara allt og mikið að fara að búa til alveg bara 100 afmælis kveðjur. Og svo, vill ég svona, ég elski ykkur all, fæn. Ég vill ég eiginlega bara svona, ef ég á að vera hreinskilinn, þá nenni ég ekkert að búa til afmæliskveðjur. Nei, það er alltaf leið. Það er bara, það er alveg eðlilegt að maður segir það sem maður vill. Er það ekki útvarpsstöðina sem á að sjá það? Við hefum að senda afmæliskveðjur bara hér og nú. Já, sendu, hvað var ekki Geðviklega stuðkveður hana? Hann ógeðslega heppinn þessi sem ég setti inn í gær. Er það? Hvað var það? Hann klúðraði afmælinu hans Settur hann á Facebook sína eða? Nei, á YouTube. Er það? Hvað heitir það? Til hamingju með daginn. Heitir það? Já, Einar eitthvað
hann sér það allan bara. Til hamingju með daginn út af því að hann Til hamingju með daginn Steinunn Óskarina. Já, hún Til hamingju með daginn Gugga. Til hamingju með daginn Friðjón. Magnús Mári. Það ekki að djóka. Þetta með svona mikið afmæliskveð. Já, það alltaf ykkur að senda mér posta. Já, það. Já. Það var rosalega. Það gaman, en þetta er samt færalegu. Það var, þú hlýtur að fíla eitt vídeóið þarna. Hvað heitir það? Steinunn. Heitir það Steinunn? Ég held hérna á Nei, ég segi svona. Býttu, þú mátt ekki segja hálfkvæmna vísu. Steinunn, þú varst að segja hann. Steinunn Ósk. Já. Getur það verið? Já, ríki með dildóin það. Jæja, núna á ein stelpa afmæli í dag og hún er svo heppin að fá mig til að syngja fyrir sig. Og Ekki þetta? vinkonunnar heitir Dalrós Lindahl og ég ætla að syngja afmælisöngi fyrir þig. Steinunn Ósk 21 árs á afmæli. Það var ekki þessi. Það var ekki þessi. Ég sé nefnilega ekki dildón, við verðum að skoða það hérna. Nei, já. En Ari, það var Jú, hann er kominn. Já, Hörðu, það er þetta flettaður upp á YouTube. Hvernig til þess að gera það? Þú nennir ekki að gera fleiri afmæliskveður? Nei, sorry. En ásatíðakveður? Nei, ekki heldur. Nei. Einhverja kveður? Já, ég get mætt í hús ef ég væri vel borga fyrir það. Já, þakka þér fyrir. Auðvitað. Hörðu, Ari, gott að sjá þig og eða góðan dag. Já, takk fyrir og thanks. Thank you very much. K-morgnar með Svala og Svavari.